Fáir Grindvíkingar ætla að verja jólunum heima þótt það standi þeim til boða. Bærinn er opinn og íbúum og eigendum fyrirtækja allan sólarhringinn yfir hátíðirnar. Baráttuhugur íbúa Úkraínu fer þverrandi samhliða minnkandi stuðningi alþjóðasamfélagsins. Þeir búa sig undir harðan og langan vetur. Brotthvarf franskra hermanna frá Níger er til marks minnkandi áhrif Vesturlanda í Afríku. Valdaránsmenn í Níger og í löndunum í kring kjósa heldur varnarsamstarf við Rússa. Hundruð mættu snemma í Hafnarfjörðinn til að fá sína skötu. Þunnu stykkin eru sterkust og best, sagði einn gestanna, en hinum yngri varð bumbult og sögðu lyktina erfiða. Maður á að svitna á efrivörinni, segir vert fyrir austan. Miðborgin iðar af lífi eins og alla jafna að kvöldi Þorláksmessu enda margt að vera. Sumir nýttu tímann til að klára jólainkaupin og aðrir tóku þátt í friðargöngu á milli þess sem fólk hóf upp raust sína. Gott kvöld. Grindvíkingar og eigendur og starfsfólk fyrirtækja hafa í dag getað farið bæinn eftir að takmörkunum var aflétt á miðnætti. Íbúar sem fóru til Grindavíkur í dag voru misspenntir fyrir því að gista í bænum. Nú mega Grindvíkingar koma og fara að vildin á heimili sín og meira segja gista í sínu eigin rúmi í fyrsta sinn í rúman mánuð. En afar fáir hafa nýtt sér þann valmöguleika í dag og bærinn hefur verið hálf tómur en það virðist flestir Grindvíkingar ætla að halda jólalengstar annars staðar en heima hjá sér í ár. Nei, við ætlum að halda þau inn í Keflavík hjá tengdaforeldrum mínum og voru svo sem alveg búin að ákveða það hverju sem myndi framvinna með þetta. Tengdamamma er ekki sérstaklega hrifin að koma til Grindavíkur þessa stundin og ég skil það bara ekki. Og hvað er það að gera hérna núna? Gistu þið hérna í nótt? Nei, við komum bara hérna fyrir klukkutíma. Við erum bara að sækja síðustu hlutinu svona fyrir jólin og búa til sherry frómas sem er jólahefð sem fylgir mér og hún gerir alltaf þennan sherry frómas fyrir mig. Hvað segirðu? Ætlar þú að verja jólunum hérna heima hjá? Ég hefði gjarnan viljað það, ég hef bara ekki stuðning til þess. Er kona þín ekki hrifin að því að vera? Hún er í öðrum gír, já það bara og ég vil bara virða það við hana. Og hvar haldið þið þá jólin? Á Grundarstíg hjá svona dætrum. En það er nú ansið notalegt hérna hjá þig núna? Þetta er yndislegt bara, næstum verið við himnaríki. Bási var einn heima að njóta með guði eins og hann orðaði það og ætlaði aftur í bæinn að loknu jólabaðinu. Ferði í jólabaði hér? Já, hérna við hinum jólasveinunum. Já, yfir klæðum bara. Grindvíkingar hefðu margir hverjir skreytt hús sín og bundu vonir við að geta haldið jólin heima í byrjun vikunar áður en gos við sundnungsskía hófst. Það var fámennt í bænum og flestir aðeins að koma við til að sækja dót og jólaskraut. Stefán og afi hans voru hins vegar ekki þar á meðal og ætla sér að halda jólin hátíðleg heima hjá sér í Grindavík. Þegar þið fengu fréttinar þá voru þið bara strax ákveðnir í að koma heim? Já, það var ekkert annað í stöðunni. Jólagjafir, jólatré, er þetta allt saman klárt? Já, jólagjafirnar já, en tréð er ekki komið enn upp. Verður þetta tré kannski bara jólatréð í ár? Ætla endi ekki bara á því. Þið eru ekkert hrætt við að vera komin hérna aftur inn í bæinn? Nei, alls ekki. Alls ekki. Íbúar Úkraínu búa sig undir enn einn erfiðan stríðsvetur, ekki aðeins á víglínunni heldur einnig í þorpum og bæjum fjarri vígvellinum sem verða daglega fyrir árásum flugskeita og dróna. Í Novojevsíska í suðausturhluta Úkraínu er verið að fylla í gíg eftir sprengingu daginn áður. 5 hús urðu hér fyrir miklum skemmdum og viðgerðarteymi er strax mætt til að gera þau fokheld á ný. Enginn slasaðist alvarlega að þessu sinni. Война, что поделать? Война и война. Segir okkur þessi 13 ára íbúi eins húsins með sprengjubrotin sem hann safnaði saman. Eftir árásir á innviði var mikið rafmagnsleysi hér síðasta vetur. Írena vonar að það verði skárra í ár en nú óttast hún að geti ekki lengur greitt fyrir hitan eftir mikla hækkun. Hún þarf að lifa á 11.000 króna ellilífeyri á mánuði. Які можуть бути у нас відчуття, коли літає над головою? Які? Дітей жалко.
Чоловіків жалко, батьків жалко. Я думаю, що буде важко. Í höfuðborg Úkraínu eru það kuldin og snjórinn sem minna á árstíðina fremur en jólaskraut. Aðeins eitt jólatré á Sofíutorgi og mannmörg hátíðarhöld verða hér engin utandyra af ótta við flugskeytu og dróna sem enn stöðugt beint af Kiev. Трохи дивно, бо вже звик, що не треба ніяких свят проводити, краще і задонатити, але більше вже з плином часу більшість вважає, що трошки свято все-таки треба. Населення, самі люди страждають морально, так? Але ми знаємо, що ми не здаємося. Erlend aðstoð hefur snar minnkað, það pattstaða á vígvellunum og óvissan hér því vissulega mikil sem sýnir sig til dæmis í stöðugt lækkandi fæðingatíðni. Úkraínumenn eru því ekki bjartsýnir á leið inn í þennan erfiða vetur. Franski herinn farinn frá Afríkuríkinu Níger fyrir fullt og allt. Herforingjastjórn landsins telur vænlegra að leita á náðir rússneskra málaliða til að berja niður uppgang herskára íslamista í landinu. Síðustu frönsku hermennirnir í Niamey, höfuðborg Níger, héldu heim á leið í morgun. 1500 frakkar hafa árabil sinnt varnarstarfi og þjálfun hermanna í Níger sem fyrrum frönsk nýlenda. Nígerski herinn rændi völdum fyrr á þessu ári og bættist Níger þar með í flóru ríkja á Sahel-svæðinu svokallaða í Afríku, rétt sunnan Sahara, þar sem valdarán hafi verið sérstaklega tíð undanfarin ár. Síðustu misseri hefur Sahel-svæðið verið uppnefnt valdaránsbeltið. Herskáir íslamistar halda sig til við mörk Sahara og gera íbúum Sahel-svæðisins lífið leitt. Franskir hermenn hafa reynt að veita íbúum vörn gegn uppgangi slíkra hópa en ekki staðið sig sem skildi að mati valdaránsmanna. Þeir hafa því hallað sér upp að rússneskum Wagner-málaleiðum sem að undanförnu hafa selst til síaukinna áhrifa alla Afríku. Auk franskra hermanna eru franskir erindrekar á bak og burt. Valdaránsmenn slitu stjórnmálasambandi við sína fyrrum nýlenduherra skömmu eftir valdaránið í júlí. Athygli vekur þó að varnarsamstarf við Bandaríkin stendur enn í blóma og sömuleiðis varnarsamstarf við nágrannaríkin Mali og Burkina Faso, þar sem nýleg valdarán hleyptu rússneskum Wagner-leiðum að. Von valdaránsmanna í Níger að samstillt átak ríkjanna geti kveðið vígasamtök í kútinn. Hvort sem það tekst eða ekki, þykir óvild í garð Frakka í þessum fyrrum nýlendum þeirra til marks minnkandi áhrif Vesturlanda í Afríku. Appelsínugul veðurviðvörun hefur verið gefin út fyrir norðanverða Vestfirði í fyrramálið. Hún tekur gildi klukkan 5 í fyrramálið og gildir í 5 klukkutíma. Töluverð snjóflóðahætta á Vestfjörðum. Ekki búist við stórum flóðum þar sem þetta fyrsti snjór vetrarins. Íbúabyggð ekki talin í hættu en flóð geta fallið af vegi og einstaka sveitabæi. Veginum Súðavíkurhlíð verður lokað klukkan 10 í kvöld. Varðskipi Freyja kom til hafnar á Ísafirði í dag og verður til taks að ósk lögreglu. Vonsku veður gengur yfir vestanvert landið, gul veðurviðvörun í gildi á Suðurlandi og í nótt og fyrramálið fyrir norðan og vestanvert landið. Nokkur hundruð manns fara árlega í skötuveislu á sama stað í Hafnarfirði. Fólk beið í röð til að komast inn á Kænuna þegar opnaði rétt fyrir hádegi og fann ilminn taka á móti sér. Já, við gerum ráð fyrir því að þetta sé árlegt, þar að segja þessi biðröð út af Kænunni. Hér bíður fólk eftir því að komast í skötuna. Það búið að afgreiða sjálfsagt einhver 10.000 í skötu í gegnum tíðina. Hvað koma margir? Ég á von á svona 600-700 manns í dag. Það vanalegt? Það er svona skammturinn okkar. Kænan hefur afgreitt skötuna í yfir 40 ár og margir sækjast aðalega í hana sterka. Já, ég reyni nú það að gera það. Það er svo rosalega hressandi. Kemur hingað oft? Árlega með mömmu minni og afa mínum. Þau eru hérna. Ég náttúrulega verið að borða skötu, mjög, en núna fékk ég mér saltfisk þegar ég var búin að fá mér skötu. En þú, fékkstu þér skötuna? Ég fékk mér skötu og ég hef hana þunnstykkina því að þá eru þau sterkari. Nei, ég bara hef smakkað hana ungum aldri, alltaf hjá ömmu í skötu, svona ég svolítið bara vanur henni. Hvað fékkst þú þér? Plokkfisk. Hefurðu borðað skötu? Já, ég fekk smá áðan frá pabba mínum.
Hvernig fannst þér það? Það er ekki neitt bragð af því. Já, hún er fín bara. Er hún nógu sterk? Já, mátulega sterk. Kemur hingað oft? Ég búinn að koma hérna alla tíð. Hafið þið smakkað skötuna? Nei. En þú? Já, en það var ekki gott í gubbanusti. Og fyrir austan á Egilsstöðum á Mjóeyri, eins og all land, gætu íbúar sér líka á skötunni. Við byrjuðum á þessu fyrir 20 ára síðan á Mjóeyri, bara að fá einstaklingar, fjölskyldan og svo verður þetta smá undu upp á sig á 20 árum og bara gaman að hittast. Þetta er svona okkar jólabóð og hérna byrjar jólahátíðin. Með hver? Jú, ég er að hreinsa til. Jú, þetta sleppur sko. Hvernig skildi skatan vera sem best? Þannig að maður svitni aðeins á enninu, þá er hún góð. Hún er nú ekki sterk, en hún er mjög bragðgóð. Ég er nú, reyndar, vannfyringur, ég er nú vanari að fá tindabykju, hún er eilt mikið sterkari. Svo er náttúrulega bara nógu hamsatólki, þá bragðast þetta alltaf vel. Mjóeyri er á Eskifirði. En það er nóg að vera í miðborg Reykjavíkur í kvöld enda verslanir og veitingahús opin langt fram á kvöld. Þar er hægt að sýna sig og sjá aðra eða nota tímann til að kaupa síðustu jólagjafirnar. Pétur Magnússon, fréttamaður, er í miðborginni. Pétur, er margt manninn? Jú, það er alveg bara mjög fjölmennt hér í miðborg Reykjavíkur. Hér margir sennilega að klára jólainkaupin eða njóta andrúmsloftsins, en hér líka gengið fjölmenn friðarganga þar sem krafist var friðar á Gaza. Hér var gengið frá Hlemmi niður á Austurvelli þar sem fundi stendur enn yfir. Þetta er hefð sem hefur verið haldin frá því 1981 og þetta er ein fjölmennasta ganga sem gengin hefur verið samkvæmt einum skipuleggjanda, en það er almennt frekar mikið að fólki hér og mikið að vera, samt fólk rólegt. Ég heyrði í nokkrum áður en við hófum þessu útsendingu og heyrum hvað þau sögðu. Það er brjálað að gera. Það er þvílíkt stuð. Og hvað er svona vinsælst? Já, það er skáldskapurinn, skáldsögur og ævisögur líka. Mikið selst af ævisögum. 7 years from now when we look back on all those days gone by, we'll think of friends we used to know and raise our glass. Við erum að taka matatúr og búin að fara á 3 veitingastæði so far og við erum að fara á 2 í viðbót. Því miður var engin skata í boði, þannig að ég gæti ekki boðið um á skötum. Við vorum að fá okkur hákall og það var hann fekk sér 3 bita af hákall. Eru túristarnir að fíla stemminguna í bænum í kvöld? Heldur betur. Það er bara tróðið hérna og maður sér aldrei jafn marga Íslendinga í bænum og á þessum degi. Þannig að stundum sem bara túrista, en nú eru mjög mikið Íslendingum. Bara að rölda og fá smá jólastemmingu. Búin að undirbúa allt fyrir jólin? Já, ég held það, nokkurn veginn. Hvernig finnst ykkur svona andrúmsloftið í kvöld? Bara alveg geggjað, æðisleg stemming. Já, góð stemming, mjög góð stemming. Í kvöld er ég búinn að kaupa allt sem ég þarf að kaupa fyrir jólin og núna er ég að klára að undirbúa jólin fyrir foreldra mína vegna þess að þau fóru norður snemma og skildu eftir gjafir í fórum mínum sem að ég er að fara að pakka inn fyrir þau. Vertu okkur, vertu alltaf hress, nú verður hátíð í dag. Jú, eins og sást þá eru ansi margir hér á ferðinni. Einn af þeim sem hafa verið að ferðast um miðbæinn í kvöldi er Dagur Bjargvinsson, borgarstjóri. Dagur, hvernig ert þú að upplifa andrúmsloftið núna þessa þorláksmessuna? Já, mér finnst bara aðventan öll hafa verið alveg einstök, satt fyrir að segja. Mikil stemning, ekki síst hérna í miðbænum, þökk sé veitingamönnum og þetta verslunarrekendum sem hafa verið að bara koma með sannan jólaanda inn í þetta og skreyta fallega og hér er bara angurverð í friðargöngunni, vissulega, og margt sem leitar á hugann þar, en annars bara bros á hverju andliti og fólk greinilega gera svona loka innkaupin. Nú er þetta þín, síðustu jólin á þeirra nýr borgarstjóri tekur við. Er það þýðingarmikið fyrir þig? Ég get ekki einu sinni sagt að það sé efst í huga mér og ég efast að það sé efst í huga annarra. Ég ekki bara segja og fullir það að það muni áfram vera koma jól í Reykjavík og vonið ég dásamlega og í ár. Nú virtist fólki sem við töluðum við og fólki hér vera mjög rólegt. Það hefur nú ekki alltaf verið þannig á Þorláksmessu. Heldur að svo hefð sé eitthvað að breytast?
Þetta auðvitað bara svona fjölskyldudagur, einn af þessum stóru fjölskyldudögum þar sem við söfnum saman í miðbænum og njótum þess að vera hluti af samfélagi og svona hittum annað fólk og svona kíkjum á það sem í boði eða á veitingastæði eða annað, þannig að það gott veður, maður þarf að klæða sig svolítið vel en að öðru leyti bara dásamleg stemning. Þakka þér kærlega fyrir, Dagur. Jú, hér dásamleg stemming á þessari Þorláksmessu hefð. Talandi um Þorláksmessu hefðir, þá Urður Örlygsdóttir í Hörpu. Urður, hvað að vera hjá þér? Já, svona ein langlífasta tónleikahefð í aðdraganda jóla hún Eva Þorláksmessu tónleikar Bubba Mortens sem fara fram hérna í Eldborg í Hörpu klukkan 10 kvöld og það var reyndar uppselt í ágúst en þarna, já, Bubbi, ertu ekki orðinn leiður á þessu? 39. sinn sem þú heldur svo tónleika? Nei, þetta blessun og gjöf og þó að það hafi verið uppselt í ágúst þá streymi, fólk getur bara farið og keypt í streymi og haft að geggjað og verið að gera það sem það að gera, skreyta jólatrí og allt það. Nei, hvernig getur maður verið þreyttur þegar maður að gera það sem maður dreymdi að gera þegar maður lítill strákur? Mér veist hvert einasta skipti sem ég spila gjöf og ég bara óendanlega þakklátur og mér finnst þetta skemmtilegasta af öllu, eins og litlu krakkarnir segja, í öllum heiminum. Og þetta svona í aðdraganda jóla en þú spilur nú ekki mörg jólalög. Hvernig velur hvaða lög þú ætlar að taka fyrir hverju tónleika? Það misjafnt. Ég verði að spila eitthvað lög sem að fólk þekkir og getur sungið með kannski og eitthvað svona. En svo reyni ég líka bara, það syng alls konar hluti, ofbeldi, fíkniefna neyslu, ótímabær andlát unga fólksins, til dæmis í kvöld og svo tala ég ástina og ég tala hvað skiptir miklu máli að við séum góð við hvort annað og svo framvegis. Það svona, já, ef ekki segja bara ég pingu lítið spegill. Verður þú bara einn á tónleikam í kvöld eða kemur einhver og spila með þér? Nei, ég ætla að vera einn í kvöld. Fæ ég kannski smá tóndæmi og þau sem eru heimi í stofunni? Já, stál og hnífi svona smá latín. Þegar ég vaknaði morguninn þú komst inn til mín Hörund þitt eins og silki andlitið eins og postulín Við bryggjuna bátur vagga hljótt í nótt mun ég deyja Mér dreymdi að þið komdu fljóta sem margt sem ég ætla þér að segja Ef ég drukna í nótt þeir mig finna Þú getur komið á mig sótt en þá vil ég á það minna Stál og hnífur Bubbi Mortens Íslensku jólasveinarnir 13 eiga uppruna sinn í Dölunum að sögn heimamanna. Á næsta ári stendur til að reisa bautasteina víðsvegar dalina sveinunum til heiðurs. Verkefnið Jólasveinarnir eru úr Dölunum hlaut í ár styrk frá Dalaauði, byggðaþróunarverkefni í Dölunum. Markmiðið að auka verðmæti í Dölum í gegnum sögu íslensku jólasveinana. Jólasveinarnir íslensku, þeir koma úr Dölunum. Það orðið bara staðfest, margstaðfest. Þorgrímur segir fyrstu skriflegar heimildir 13 jólasveina vera hafðar eftir Páli Jónsinni sem ólst upp í Saurbæ. Jón Árnason, þjóðsagnasafnari, hafði eftir honum nöfn á 13 jólasveinum. Þau voru að mestu leyti þau sömu og dalamaðurinn Jóhannes úr Kötlum notar í kvæði sitt jólasveinana sem hann gaf út árið 1932. Stekkjastur kom fyrstur steinur eins og tré, hann laumaðist í fjárhúsinu og lék á bóndas fé. Hann vildi sjó ærnar, það var þeim ekki sel, því greið hafði störfættur, það gekk nú ekki vel. Þetta svona svo vísa sem ég kann best. Já. En svo reyfjast hérna svona upp þegar maður fyrir að lesa fyrir barnabörnin. Uppáhalds jólasveinn Þorgríms þó skýrgámur, enda hann sjálfur kúabóndi. Já. Reisa á 13 bautasteina úr málmi með myndum og upplýsingum sveinana í 11 sveitum sem mynda Dalabyggð. Þorgrímur segir að sveinarnir séu ekki hrekkjalómar. Þeir hafi frekar sýnt matvælum bænda áhuga sem gæða eftirlitsmenn og hann sér fyrir sér að dalamenn geti í framtíðinni framleitt matvæli gæðavottuð af jólasveinum. Eru jólasveinir smekkmenn? Þeir eru það öllu leyti.
sérstaklega svona í klæðaburði eins og þú sérð. Tívolíð í Kaupmannahöfn er komið í sannkallan jólaskrúða. Litlu jólaþorpi hefur verið slegið upp í miðju Tívolíinu og leggur yfir ilm af ristuðum möndlum og heitu súkkulaði. Tívolíð er næst elsti skemmtigarður í heimi sem er enn starfandi og í ár voru 180 ár liðin frá stofnun. Það er því engu til sparað þessi jólin og segja skipuleggjendur að jólaljósin skipti milljónum. Þeir segja einnig að ef fólk er ekki nú þegar komið í jólaskap þurfi aðeins að stutta heimsókn í Tívolíð til að kippa því í lag. Þá að veðri. Á morgun verður norðlægur vindur á landinu 15 til 23 metrar norðvestan og vestanlands í fyrramálið en annars talsvert hægari vindur. Snjókoma og skafrenningur einkum norðvestan til en að mestu þurrt sunnan og suðaustanlands. Hafi verið gefnar út viðvaranir vegna hríðar á Faxaflóa, Breiðarfirði, Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra. Áfram kalt í veðri. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum fréttum. En þá er bara komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Fáir Grindvíkingar ætla að verja jólunum heima þótt að standi þeim til boða. Bærinn er opinn íbúum og eigendum, fyrirtækja allan sólarhringinn yfir hátíðarnar. Baráttuhugur íbúa Úkraínu fer þverrandi samhliða minnkandi stuðningi alþjóðasamfélagsins. Þeir búa sig undir harðan og langan vetur. Brotthvarf franskra hermanna frá Níger er til marks minnkandi áhrif Vesturlanda í Afríku. Valdaránsmenn í Níger og löndunum í kring kjósa heldur varnarsamstarf við Rússa. Hundruð mættu snemma í Hafnarfjörðinn til að fá sína skötu. Þunnu stykkin eru sterkust og best, sagði gestur, en hinum yngri varð bumbult og sögðu lyktina erfiða. Maður á að svitna á efrivörinni, segir vert fyrir austan. Miðborgin iðar af lífi eins og í alla jafnaða kvöldi Þorláksmessu enda margt að vera. Sumir nýttu tímann í að klára jólainkaupin og aðrir tóku þátt í friðargöngu á milli þess sem fólk hóf upp raust sína. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á rúv.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. Næsti sjónvarpsfréttatími verður klukkan 1 á morgun, aðfangadag. En þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl og njótið Þorláksmessukvölds.